er það vængurinn. Ég búinn að setja lamirnar í eins og var gert á stýrunum hinum. Það þarf ekki að sýna það. Og hérna annað servóið komið í, en nú þarf ég að setja hitt. Og það þarf að þræða skottið úr servóinu hérna á milli. Og ég ætla að sýna smá triks. Nota svona band. Og það eitt lítið gat hérna og stórt gat hérna. Og þá triksið að setja fullt af bandi hérna inn í litla gatið. Svona. Þegar það komið, þá tek ég vænginn og ég hrista hann aðeins. Búinn að hrista hann og þá er bandið komið hér. Voilà. Hérna servóið sem ég ætla að nota. Það er úr öðru módeli og ég þarf núna að draga skottið úr því hérna í gegn. Þá bara teipa ég þetta hérna við tengið svona og toga það í gegn. Þá geta að gera þetta varlega. Svona. Servóið sést hér onni og teipið losnar af, vonandi. Losa þetta af seinna. En ég þarf að festa servóið niður og hérna ég með skrúur til þess. Það eru ekki gött hér fyrir skrúunum, þannig að ég ætla að bora hérna með 1,5 í gegn. Svona. Svo næsta skrefið að setja hornið á hérna og tengja servóin. Nú ég það bil að vera búinn að ganga frá servónum í vænginn og hornin eru komin á sér stað nákvæmlega eins og var gert á hægastýri og hliðastýri. En tengið hérna við servóið öðruvísi heldur en það sem við höfum séð áður. Það sem fylgir þetta hér. Þetta ansi sniðugt, þetta heitir á ensku swing keeper eða, ég veit ekki, sveiflufesting. Þessi teinn hérna, hann bara beygður 90 gráður hérna niður. Hann fer í gegnum þessi 2 gött hér og þetta fer síðan yfir og smellur fast. Þetta rosalega góð festing á svona. Það sem maður þarf að gera til þess að ganga frá þessu að hafa stýrið alveg fast hérna. Ég með þarna krossfið hérna á því. Servóið á réttum stað og síðan merki ég nákvæmlega hvar gatið hérna.
Næsta er að taka teinin af. Það getur stundur reynst erfitt. Þetta á ekki að fara af, svona. Þetta nú ekki alveg nákvæmt. Ég set hérna töngina á þetta og beygi bara 90 gráður. Svona. Síðan þarf ég að klippa teinin og þá þarf ég að vita hvað þetta þarf að vera sítt. Og ég set bara þetta rauða tengi hérna upp á. Þannig að það situr nokkuð neðið þar sem það á að vera og klippi þar. Svona. Svona ágætt að fara með smá þjöl á þetta. En nú set ég bara klemmuna hérna á hornið aftur. Svona. Ég þarf líklega að stækka þetta gat upp í 2 mm. Teinninn er 2 mm, þá gatið það svona servohornum með aðeins undir því. Nú get ég skrúa þetta fram og tilbaka þangað til þetta passar akkurat hérna á. Svona. Þá fer þetta yfir. Hér. Teinninn í gegn. Og svo smellur þetta svona. Þá er það komið. Ef við tengi hérna móttakarann. Og kveiki á. Þá er vængurinn tilbúinn. Og skref nummer 54 búið.